Bjarni Sigurðsson, formaður Rafíþróttadeildar Þórs. Bjarni, líf og fjör hérna í Þórsstúkunni, hvað er í gangi? En nú eru valgreinar skólanna byrjaði og við komumst inn í valgreinarnar í fyrir þetta ár og við vissum að þetta yrði sprenging og það er sannlega raunin, 130 gráður og allt að gerast. Veitu, hvaða bekkir eru þetta sem að eiga möguleika á þessu? Er það 8., 9. og 10.? 8., 9. og 10. já. Áttu þið von á þessu fjölda sem kom? Við áttum von á að það yrði margir, en kannski ekki svona margir, en þetta er bara frábært og er bara að skila sér það sem við höfum tilfinningu fyrir, sko. Já, þannig að þetta er kannski, kemur ykkur kannski ekkert svo óskaplega óvart að skuli vera margir sem hafa skráð sig í þetta val. Nei, og þetta er hópur sem hefur verið svona óafskiptur og nú hafa þau tækifæri til að koma kynnast öðrum krökkum í staðinn fyrir ein heima og spila tölvuleiki og fræðast um hreyfingu og matfræði og annað og þetta verður bara frábært í vetur. Sem við segjum krakkar, hvernig er skiptingin? Eru stelpur líka að skila sér inn í þessu starfi? Já, það eru nokkrar. Það er eftir að vera fleiri, alveg pottþétt og það bara kemur þegar við förum að halda námskeiðin í vetur. Þá kannski koma leikir sem að þær höfða meira til þeirra líka. Þetta kannski getur orðið til þess að hluti af þeim sem að spila þetta sem valgrein innan skólans, þetta skilir sér inn í sem hinn almenni iðkandi í rafíþróttadeildinni þegar framleiða stundir. Já, nákvæmlega og krakkarnir spyrja mikið hvort þau getum æft meira og þau eru strax byrjað að spyrja, þannig að þetta verður alveg klárlega skilar þetta sér inn í félaginu. En hvernig eru þið undirbúin við að taka á móti svona mörgum? Við sögðum frá því á heimasíðunni í gær að þið voru búin að setja 20 tölvur og 20 væntanlegar. Er það nóg? Já, nóg, ekki nóg, sko. Við höfum pláss fyrir kannski 30-40 í einu og við bíðum spenntir eftir PlayStation-vélunum sem koma núna í lok árs og þá er þetta orðið fullt klárað hjá okkur. Fyrir svona gamla kalla eins og mig, munurinn á því að vera að spila eins og á þessum tölvum eða PlayStation, eru það annars konar leikir sem að þar eru spilaðir? Já, að hluta til stundum sömu og en það er að koma kynslóð upp núna sem er bara á PlayStation og hefur ekki farið í PC-vélar og það er svona í 9. og 10. sem að krakkarnir að skipta yfir í PC-vélar þannig að við erum að fá báða hópana hingað inn, sko, núna. Talandi nýja kynslóðir af tölvum og allt þetta, þá má segja eiginlega að íþróttastarfið, nú séum við að sjá nýja kynslóð sem er að koma með ný viðmið, þar að segja að spila tölvuleiki sem íþrótt. Já, nákvæmlega og við erum náttúrulega að fá krakka inn sem að hafa gríðarlegan áhuga á þessu. Við erum náttúrulega nú þegar með lið í úrvalsdeild í Counter-Strike sem byrjar í kvöld. Það er fyrsti leikurinn í kvöld í þeirri deild og þetta á bara eftir að smita út frá sér og vera stærra og meira. Þannig að í raun og veru þetta er miklu meira heldur en bara að sitja fram á tölvu og spila. Krakkarnir fá eitthvað meira og kannski gera krafa til þess að hreyfa sig líka. Já, nákvæmlega og við erum með góða tengingu beint út á völlinn og æfingaaðstæðin í Hamri og við höfum gríðarlegt tækifæri á að koma þeim í réttan farveg. Aðstæðan inn í Hamri, þá náttúrulega kemur upp Arnarstofa sterkt inn. Já, nákvæmlega. Það er frábær aðstæða á svæðinu. Bjarni, þegar þú varst krakki, sem nú bara svo stutt síðan, hefði þið samt dreymt þetta að þetta væri í framtíðin? Nei, maður sá þetta nú ekki fyrir, en þetta breytist hratt núna og verður stórglæsilegt. En það er í raun og veru gaman, í raun og veru að hugsa til þess að nú séum við að annast eða sinna þeim hópi sem kannski annars hefði ekki skilað sér inn í íþróttir, hvorki í fótbolta, körfubolta, handbolta, eitthvað, heldur bara verið yngstar út í aðrin. Nú verður að sinna þeim. Já, nú verður að sinna þeim og þau fá að kynnast þessum greinum á svæðinu. Frjálsíþróttafélagið er líka, þannig að þau geta kynnst ýmsum greinum og kannski finna sér einhvern farveg.
Bjarni, þú ljómar. Já, þetta er búið að vera gríðarleg vinna núna undanfarnar vikur hjá strákunum með mér hérna í stjórninni og við erum loksins að uppskera núna. Þið eru svona eins og, já, svona loksins komnir í að sjá árangurinn. Já, nákvæmlega og við vitum alveg hvert þetta fer. Þannig gangi ykkur vel. Já, takk fyrir.